Viðburður hjá Vítisenglum leiddi til umfangsmikils viðbúnaðar hjá lögreglu í gærkvöld þar sem fjöldi lögreglu og sérsveitarmanna vaktaði svæðið og leitaði á gestum. Vítisenglar furða sig á aðgerðunum. We are treated like criminals. Heimurinn má ekki gleyma Afganistan, segir fulltrúi UN Women í Kabúl. Hún segir stöðu kvenna enn versna eftir að talibanar hafa verið þar við völd í 4 ár. Menningarmálaráðherra Spánar telur ekki eðlilegt að Ísraelar taki þátt í alþjóðlegum keppnum. Þeim ríkjum fjölgar sem taka ekki þátt í Eurovision verði Ísraelar með. Margar fréttir og neikvæðar áherslur hafa áhrif á fréttalestur. Aldrei hafa fleiri forðast að fylgjast með fréttum. Það ekkert nema leiðindi í fréttunum held ég lengur. Komiði sæl. Mikill viðbúnaður var við Auðbrekku í Kópavogi í gærkvöld vegna viðburðar sem mótorhjólasamtökin Vítisenglar eða Hells Angels höfðu auglýst á netinu. 3 voru handteknir en þeim hefur verið sleppt úr haldi. Klukkan að verða 11 og aðgerðir lögreglu hafa núna staðið yfir um 3 klukkustundir. Það hefur verið mikill viðbúnaður hér, hérna eru grímuklæddir lögreglumenn, sérsveitardróninn á lofti og götunni hefur verið lokað og hingað kemur enginn nema á honum sé leitað. Þessi auglýsing sem birt var á netinu var til þess að lögregla ákvað að grípa til aðgerða. Hells Angels eru skilgreind sem glæpasamtök af Europol og hér á landi erlendum meðlimum samtakanna almennt snúið við á landamærunum. Vítisenglar á Íslandi hafa hins vegar ekki verið þekktir fyrir að komast í kastið í lögin. Önnur samtök sem eru starfrækt hér á landi og eru skilgreind sem glæpasamtök eru Bandidos og Outlaws. Lögregla handtók 3, þennan vítisengil fyrir að taka myndband af lögreglumönnum og annan sem var með svokallaðan leðermann hníf í fórum sér, en fréttastofa hefur ekki fengið upplýsingar hvers vegna sá 3. var handtekinn. Liðsmenn annarra mótorhjólasamtaka litu við og leitað var á þeim öllum. Þá leitaði lögregla líka á myndatökumanni og fréttamanni RÚV. Samkoman var fámenn og taldi kannski 20 manns þegar mest lét. Húðflúr og leður var áberandi stef hjá gestum og óánægja með viðbúnaðinn fyrir utan leyndi sér ekki. Velkomin Margrét Valdimarsdóttir. Lögreglan hefur ekki viljað gefa upp ástæður þess að ráðist var í svona mikill viðbúnað á staðnum. Eitthvað hægt að geta í eyðurnar af hverju svo var? Þetta eru samtök sem eru skilgreind sem glæpasamtök og ekki að ástæðu lausu. Ég átta mig ekki á hvort að meðlimir samtakana hér á landi hafi gerst brotlegir við lög, en það alveg skýrt að lögreglan á Íslandi farin að vinna meira með lögregluyfirvöldum í öðrum löndum. Það bara þeirra vinnulag núna og hvort að hún hafi þá fengið einhverjar upplýsingar að utan, ég veit það ekki. Eða hvort þetta hafi bara verið aðgerð hugsuð sem svona fyrirbyggjandi aðgerða því að það hefur líka verið stefna íslensku lögreglunar eins og víða að vera svona frekar en að bregðast við afbrotum eftir að þau koma upp að vera í svona forvirkum aðgerðum. Já, láta vita svona þau séu að fylgjast með. Já, því að það miklu erfiðara að ætla að bregðast við þegar að samtökin eru svona föst í sessi og búin að stækka við sér hópinn og jafnvel búin að mynda tengsl við fíkniefnaheiminn og þannig að ég svona ímynda mér að það sé hugmyndin. Já, ég ætla að spyrja aðeins betur út í samtökin rétt á eftir en eins og framkom í fréttinu undan þá var fréttastofan hann á staðnum og við ræddum við einn vítisengla, við skulum heyra hvað hann hafði að segja. Even though we just came here to basically be together, enjoy each other's presence and just be together as a big family. We are treated like criminals. Húsnæði Hells Angels við Auðbrekku ekki stórt en innréttað eftir þeirra höfði, setustofa, fundarherbergi, bar og púlborð og þá eru öryggismyndavélar fyrir utan. Vítisenglarnir sögðu fréttastofu að þetta væri mjög náið bræðralag í raun eins og fjölskylda. We wanted to gather people together just to basically have fun before we need to put our bikes to storage. Hells Angels samtökin eru alþjóðleg og eiga langa sögu skipulagða glæpastarfsemi, ofbeldisverk, fíkniefnainnflutning og þannig mætti áfram telja, þó lítið hafi borið á því hér á landi. Mostly the stigma has been from 60s and 70s, like 1960s and 70s.
when it used to be crazy, but now it's 60 years later, it's not that anymore. It's not what it used to be, if you know what I mean. Now, then was different times, but the police seems like they are still living in those times. Why do you want to be associated with this club? Because even though the club may have bad reputation about some things, it's not the club doing some bad things. There is some people, some bad apples, as everywhere there is some bad apples. But the fundament of the club, as I stated earlier, is brotherhood. Lögregla taldi hugsanlegt að erlendir gengjameðlimir kæmu á viðburðinn sem meðal annars skýrir viðbúnaðinn. Did you expect club members from other countries? No, we actually didn't, because this is an open house. Open house is basically just meant for friends, family, and just, the doors are open for who wants to come here. So I understood it as they expect other countries' members to come here because the ad that we posted was in English. But why did the police believe that you were maybe carrying weapons? I have no idea. I can't really answer that for them, Just need to know why they expected it, because we don't do that. This is Iceland. Don't need any weapons here or anything like that. It's the safest country in the world. Hann lýsir að margir íslenskir meðlimir samtakana starfi saman og sinni til að mynda snjómokstri fyrir sveitafélögin. For example, me, I wake up 6 o'clock, I go to work, start at 8, finish work at 6. Doesn't sound like a criminal to me. Margrét, hann segir þarna að það sé bara verið að koma fram við á eins og glæpamenn að ósekju. En þú komst aðeins inn á það áðan, þessi samtök Hells Angels eru alræmt við þeim heim. Er ykkur ástæða til að halda starfsemi þeirra hér á landi sé eitthvað öðruvísi? Þeir eru, ég átta mig ekki alveg á því, en það er mjög mikilvægt að samt að komi fram að þetta eru fjölþjóðleg, alþjóðleg samtök. Og til dæmis ef við skoðum bara Danmörku þar sem að Hells Angels ekki 60 árum síðan, heldur bara á síðustu 10-20 árum hafa verið ábyrgir fyrir mörgum árásum og dönsku yfirvöld, lögregluyfirvöld hafa haft sérstakar áhyggjur af þessum samtökum. En með íslensku samtökin þá, ég þekki það ekki, en þetta auðvitað ákveðið svona jafnvægi sem að lögreglan þarf að hafa í huga, að hún væntanlega þarna að hugsa einhvers konar fyrirbyggjandi aðgerðir til að vernda borgarana gagnvart samtökurum sem eru skilgreind sem glæpasamtök og svo þá að þurfa líka að huga því bara réttindum borgara að geta hist og þrátt fyrir að vera undir merkjum einhverju ákveðna samtaka. En með það sem hefur komið fram og við vitum þetta núna, er ykkur ástæða til að halda að lögregla hefur gengið of langt í þessum aðgerðum í gærkvöldi? Ég get ekki metið það, af því ég hef bara ekki nægilegar upplýsingar til þess að meta það. En svona miðað við það sem þó hefur komið fram og miðað við svona stefnu lögregluyfirvalda, ekki bara á Íslandi, heldur í löndunum kringum okkur, að þá þykir mér mjög líklegt að því að fókusinn hefur svo mikið verið á skipulagða brotastarfsemi, á glæpasamtök, að því að þau eru ábyrg fyrir svo mikið alvarlegum brotum í löndunum í kringum okkur og líka á Íslandi skipulagða brotastarfsemi, að mér þykir líklegt að annarkvort sé einhverjar upplýsingar sem komið að utan sem að lögreglan hér á landi sé að bregðast við, eða þá að þetta sé liður í því að svona einhverju fyrirbyggjandi aðgerðum og það er fyrir mig sem hef ekki nægilegar upplýsingar, hef ekki sömu upplýsingar á lögreglunni með að það er erfitt að meta það. Já, einmitt. Kærar þakkir fyrir komuna, Margrét. Takk. Við förum út í heim. Staða kvenna í Afganistan heldur áfram að versna, segir fulltrúi UN Women í Kabúl. 4 ár eru síðan talibanar náðu aftur völdum í landinu. Það var 15. ágúst 2021 sem talibanar náðu völdum í Afganistan. Valda afmælinu var fagnað með blómaregni úr þyrlum. Það gátu þó ekki öll notið blómaregsins, konum nefnilega bannaður aðgangur að almenningsgörðum. Á aðeins 4 árum hefur stjórn talibana gert konur svo gott sem ósýnilegar í samfélaginu. Listin yfir það sem konum bannað að gera orðinn mjög langur. Á meðal þess sem konum bannað að ganga í skóla eftir 13 ára aldur,
tala eða syngja á almannafæri, sinna erindum eða sækja þjónustu án karlkyns umsjónarmanns, fara í líkamsrækt eða vera í vinnu án leyfis frá talibunum. I do think that there's a kind of an acceptance that this is the way things are in Afghanistan. I think we have to really be very careful about that because it is getting worse for women. It's not just the same, it is getting worse. Ofan á allt kerfisbundið misrétti þá reið jarðskjálfti 6 af stærð yfir Afganistan í byrjun mánaðar. 3.000 hafa fundist látin og tugir þúsunda eru enn í mikilli neyð. Konur eru sérstaklega berskjaldaðar. Hafi þær mist eiginmann sinn því án hans mega þær ekkert gera. Ferguson segir að á þessu ári hafi nærri 2 milljónir Afgana verið sendar þangað aftur frá Íran og Pakistan. You know, it's a huge country, and it's actually had its population has increased by 10% in the last 6 months with the returnees. It's a country that's still suffering a humanitarian crisis. It's one of the poorest countries in the world, and it is the poorest country in Asia. And it's one of the world's largest human rights crisis for women. Ekki auðvelt að halda úti hjálparstarfi í skugga Talibanastjórnarinnar en það samt hægt. So, you know, women inside the country do have to be careful with how they engage and what they say and who they engage with. But that said, that there are incredible women inside the country who are really continuing to find ways to engage, to be able to do their work, which is often providing services for other women. En hvað getur alþjóðasamfélagið gert? Svarið einfalt, ekki gleyma Afganistan. So we really call on the world to don't forget Afghanistan, don't forget the women here, don't forget the women, children and men who need support. Vonir hafa dvínað í Færeyjum að 3 ferðamenn sem saknað hefur verið í rúma viku finnist á lífi. Þeir hurfu á 2 dögum nálægt Bosdalafossi en við fossinn eru þverhníptir klettar. Þau týndu eru systur frá Suður-Kóreu og karlmaður frá Mexíkó. Lögregla hefur leitað þeirra á sjó og landi og var leit hætt á landi á föstudagskvöld. Gögn úr farsímaferðamannanna sýna að síðast voru þeir nálægt fossinum sem rennur út í sjó. Veður var gott dagana sem ferðamennirnir týndust. Ríkjum sem setja fyrirvara á þátttöku í Eurovision söngvakeppninni hefur fjölgað síðustu daga. Slóvenía, Spánn, Holland og Írland ætla ekki að taka þátt næsta vor verði Ísraelum ekki vikið úr keppninni. Menningarmálaráðherra Spánar segir óeðlilegt að Ísraelar taki þátt í alþjóðlegum viðburði. Eurovision verður haldin í Vín í Austurríki í maí. Stýr hefur staðið þátttöku Ísraels í keppninni vegna grimmdarverka hers landsins gegn Palestínumönnum. I understand other broadcasters are going to do something similar. So I think RT's decision, to be honest about it, for a lot of people won't come as a surprise. Yo no creo que podamos normalizar la participación de Israel en los foros internacionales como si nada ocurriera. Rússlandi var vikið úr EBU, sambandi evrópskra sjónvarpsstöðva, eftir allsherjarinnrás Rússlandshers í Úkraínu. Rússar ætla að halda sína eigin alþjóðlegu söngvakeppni, Intervision, í Moskvu næstu helgi. Slíkar keppnir voru haldnar á Sovjettímanum. 23 ríki taka þátt, þar á meðal Bandaríkin, Belarus, Kína og Kólumbía. Tónlistarmaðurinn Shaman, sem styður allsherjarinnrás Rússlandshers í Úkraínu, flytur framlag Rússlands. За Россию, конечно, за кого. Да нам не нравится такое. Евровидение было прикольно, а тут как-то это... Масштаб маленький, несерьезный. Интервидение, конечно, потому что я считаю, что искусство и спорт должно быть вне политики, однозначно. Ну, так как не хотят с нами дружить, мы сами себе сделаем прекрасное интервидение. И ovaj festival također savršeno oslikava predstavu jednog multipolarnog sveta, gdje je svaki čovjek čovjeku brat, a ne vuk. Takmarkanir verða settar á íshellaferðir í Vatnajökulsþjóðgarði.
Færri fyrirtæki fengu samning slíkar ferðir en vildu. Íshella-tímabilið byrjar í Vatnajökulsþjóðgarði næstu mánaðamót, en á síðasta tímabili fóru 200.000 manns í jöklagöngur eða að skoða íshella. Eftir banaslys í Breiðamerkurjökli fyrir rúmu ári herti þjóðgarðurinn reglur í samráði við fyrirtækin. Íshella-tímabilið var afmarkað og fyrirtækin meta áhættu í hellunum daglega og deila sín á milli. Þjóðgarðurinn heyrir nú undir Náttúruverndarstofnun og niðurstaða úr samráði var að stofnunin verði að geta takmarkað fjölda gesta. Þannig að það eru 30 fyrirtæki núna sem að fá samning hjá þjóðgarðinum að fara með fólk í jöklagöngur og íshellaferðir. Og einhver fyrirtæki fengu ekki samning og hvernig voru þau vinsuð út? Það voru 34 fyrirtæki sem sóttu og það eru 30 samningar í boði og þessi fyrirtæki þurfa að uppfylla ýmis skilyrði sem að lúta að öryggi og upplifun gesta. Í samningum undirgangast fyrirtæki nú að hver leiðsögumaður má aðeins vera með 8 til 16 gesti eftir eðli ferðar. Náttúruverndarstofnun fær heimild til að grípa inn í og hemja heildarfjölda ef minnka þarf biðraðir og troðning. Að stýra álaginu og það allt saman gert í þeim tilgangi að tryggja öryggi og líka vernda þessa verðmætu upplifun. Íshellaferðir í Vatnajökulsþjóðgarði einum og sér skila miklum tekjum 4 til 5 milljörðum á ári og vanda þarf til verka við að útdeila samningum sem eru takmörkuð auðlind. Og það þarf að tryggja þarna að þetta sé ekki þannig að þetta geti gengið kaupum og sölum en líka að hugsa til lengri tíma þannig að nýliðunin og nýsköpunin að það sé boðið upp á hana í þessum samningum. Sífellt fjölgar í hópi fólk sem forðast að fylgjast með fréttum. 4 af hverjum 10 í heiminum segjast forðast það stundum eða oft. Fólk sem Fréttastofa talaði við var orðið þreytt á neikvæðum fréttum. Tónlistarmaðurinn Morrissey ráðleggur fólki að hætta að horfa á fréttir því þeim sé ætlað að hræða það, láta því líða illa og stuðla að einmanaleika. Það gæti verið eitthvað til í því sem Morrissey segir. Því samkvæmt könnun á fjölmiðlanotkun og neyslu í heiminum sem Reuters-stofnunin við Oxford-háskóla í Bretlandi gerir árlega segjast 40% fólks í 48 löndum forðast fréttir stundum eða oft. Hlutfallið hefur hækkað 11% stig frá 2017, þá var það 29%. Fólki finnst fréttir hafa neikvæð áhrif á andlega heilsu sína. Þeir sem tóku þátt í könnuninni sögðust úrvinda yfir miklu magni frétta, fannst mikil neikvæð umfjöllun deilur og stríð í heiminum og upplifðu sig ráðþrota. Vantraust til fjölmiðla hefur líka aukist. Ég tók mér smá pásu af því mér fannst fréttir orðnar svo neikvæðar og heimurinn farin að skiptast svo rosalega í sundur. Fylgist þú með fréttum? Nei, gerum það ekki. Af hverju? Bara það ekkert nema leiðindi í fréttunum held ég lengur. Have you consumed less in the recent months or years because of the bad news? Absolutely. Absolutely. I don't even want to watch it. Hefur eitthvað minnkað svona neysluna á fréttum síðustu ár? Já, innlendum. Ég horfi meira á erlenda fréttir. En finnst þér ekkert svona erfitt að fylgjast með öllum þessum stríðum og átökum? Jú, það er fullt starf. Það er alveg eitthvað sem að fylgjast með. Ég hlusta alltaf á útvarpsfréttirnar. Þetta er orðið svo neikvætt og reitt að segja það, þá er maður ekkert alveg alltaf til að taka móti þessu á hverjum degi, sko. Fylgist þú með fréttum? Já. Á öllum miðlum, eða í sjónvarpi, útvarpi, netinu? Á netinu, mest, já. En hvað getur fólk gert til að draga úr neyslu frétta án þess að forðast þær alveg? Samkvæmt upplýsingum frá fjölmiðlanefnd getur verið skynsamlegra að ná í fréttir af síðum fjölmiðla frekar en af samfélagsmiðlum. Algoritmi þeirra er sérstaklega hannaður til að vekja tilfinningar og stela athygli. Síðan getur verið góð regla að byrja daginn á því að skoða fréttir frekar en að geyma það til kvöldsins þegar maður er þreyttur eftir áreiti dagsins. Nú veit ég hvaða skoðanir fólk hefur á veðurfréttum, við skulum huga að veðri. Norðaustlægar áttir verða ríkjandi á landinu næstu daga og þá kólnar smám saman í veðri. Á morgun er útlit fyrir norðaustan 5 til 13 metra hvassast við suðaustur norðvesturströndina. Víða skýjað með köflum og úrkomu lítið. Hiti 8 til 15 stig, hlýjast vestanlands. Við förum nánar við veðurhorfur að loknum íþróttafréttum.
Úrslitaleikur Evrópumótsins í körfubolta í fullum gangi þessa stundina á RÚV 2. Þar mætast Þýskaland og Tyrkland. Fyrir í dag var mikil spenna í bronsleik Finnlands og Grikklands. Heimsmeistaramótið í frjálsíþróttum hélt áfram í Tókíó og í dag var meðal annars keppt til úrslita í 100 metra hlaupi karla og kvenna. Það kom að miklu leyti í ljós hvernig skipting bestu deildar karla í fótboltanum líta út, þó lokaumferðinni ljúki ekki fyrr en á morgun. Í bestu deild kvenna féll FHL og Breiðablik náði 11 stiga fórustu á toppnum. Íþróttir eftir andartak. Skulum fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Viðburður hjá Vítisenglum leiddi til umfangsmikils viðbúnaðar hjá lögreglu í gærkvöld. Vítisenglar furða sig á aðgerðunum. Heimurinn má ekki gleyma Afganistan, segir fulltrúi UN Women í Kabúl. Hún segir stöðu kvenna enn versna eftir að talibanar hafa verið völd í 4 ár. Menningarmálaráðherra Spánar telur ekki eðlilegt að Ísraelar taki þátt í alþjóðlegum keppnum. Þeim ríkjum fjölgar sem taka ekki þátt í Eurovision verði Ísraelar með. Þessum fréttatíma að ljúka. Við ætlum að kveðja ykkur í kvöld með myndum af gjóði að narta í silung. Gjóður útbreiddur fugl víða heim en fremur sjaldgæfur hér á landi. Sigrún Einarsson, áhuga ljósmyndari og náttúrufræðingur, tók þessar myndir við Akrafjall á föstudaginn. En gjóðurinn hafði haldið sig þar og veitt fiska úr tjörnum sér til matar. Takk fyrir samfylgdina helgina, verið sæl.